Komið sæl og verið hjartalega velkomin í Kaldapottin þessa vikuna. Gestur minn í dag, Guðmundur Ingi Þóroddsson, ertu hjartalega velkomin. Takk fyrir að bjóða mér. Það er tradísjón fyrir því að skála í Jesúlaði. Já, skál. Skál og ég bara röfla svo mikið þetta Jesúlaði. Það er hálf þreytt. Það eru fyrsta skipti sem ég smakkaði þetta. Já, flottu titill á þessu. Já. Jesúlaði. En Guðmundur Ingi, það er annar sem heitir Guðmundur Ingi. Er ykkur ruglað saman? Guðmundur Ingi ráðherra. Já. Kannski ekki ruglað saman en ég hef fengið alveg símtöl og SMS. Já. Maður hringja strax eitthvað. En það hefur komið fyrir, já. Já, það var bara ekki fyrirnafnið. Já. Hvers son er hann? Ég man það ekki. Hann er Guðbrands. Guðbrandsson, já. En þú kallaði Gummi? Ég kallaði Gummi. Ok, má ég kallaði Gummi? Já, algjörlega. En hver er Gummi? Hvaðan kemur þú? Ertu borgarbarn, sveitastrákur? Já, ég er borgarbarn. Algjörlega, sko. Í grunninn? Já, það er... ég á erfitt með kannski að skilgreina mig sem úr einhverju ákveðnu hverfi, sko. En ég er úr Breiðholtinu. Nú. Og Árbæ. Og og bý í Breiðholtinu núna. Komin heim. Þannig að ég komin heim. En já, ég hugsa að ég verði bara að segja Austurbærinn, sko. Já. Það er eitthvað sliðis. Og varstu í skóla upp í Breiðholti? Já, ég var í Öldurselsskóla. Ok. Og tók reyndar eftir ég flutti í Árbæinn, eða Ártúnsholti, þá tók ég held ég 1 ár í Laugarnesskóla og 1 í Laugalækja. Já. En svo fór ég aftur heim, eða semst kláraði þarna í Öldurselinu. Mér fannst það betra einhvern veginn. Já. Hvernig var skólagangan? Hún var ágætt. Ég var, held ég, svona ekkert voðalega stilltur. Nei. Svona, ég var alltaf til einhvers konar vandræði, held ég. Eða svona allavega... Hvernig vandræði? Nei, bara að vera kjur og fíblast eitthvað og stundum vísa á tíma og ég held ég hef ekkert verið afburðanefandi, sko. Nei. Ég held ekki, sko. Nei. Ég man allavega eftir nokkrum ferðandi skólastjóra, sko. Það er algjörlega, sko. Varst þessi krakki? Já, og ég man að sá sem kannski var svona harðasti kennarinn í Öldursel, hann hafi meira segja verið fangavörður á þeim tíma líka. Nú er það? Ég frétti það seinna, sko, en já, ok. Það var svolítið merkilegt, fannst mér. Þannig þetta er svona skólaganga með hnökri? Já, en þetta gekk allt eftir, held ég, sko. En hvað tók svo við? Svo tók bara vinna við. Ég var byrjar að vinna í verslun, bara mjög ungur, sko, meðan ég var í skóla líka, sko. Hvernig verslun? Og bara hverfisverslununum, í Árbænum, sko. Var þar í 2-3 ár, minni mig, bæði í Árbæ og Breiðholti, sko. Þannig að ég man eftir að ég var að fara í Vélskólann og áttaði mig, allavega svona nokkuð fljótt að ég ætti ekkert heima þar, sko. En ég hafði samt verið í 1 ár, sko, þar. Og en já, það var ekki eitthvað sem að hentaði mér, sko. Þú varst ekki með neina skýra stefnu inn í fullorðinsár þarna? Nei, og í raun og veru hefði ég ekki ennþá, sko. Ég hef aldrei áttað mig á hvað ég vill verða þegar ég verð stór, sko. Það bara einhvern veginn hefur verið þetta svona einhvers konar rótleysi, sko, sem maður hefur verið með, og ég veit ekkert af hverju það er eða af hverju. Það var ekki svona greiningapakki bak við einhver? Ég hugsi ég myndi örugglega greinast með alls konar ef ég færi í það, sko. Það er bara engin spurning, sko, en ég hef ekki farið í neina greiningar og það er ólíklegt að ég fari í það. Héðan af. Já. En er það ekki þannig að við greinist öll með eitthvað að við förum í grundig greiningar? Jú, klárlega, sko. Já, ég hugsa að það sé hægt að skella ADHD strax á mig, sko. Já. Það er mjög sterkt og ég er alveg meðvitaður það, sko. En enga greiningar sem slíkar, sko. Ég man ekki, ég var alltaf eitthvað að fikta óþekkur þegar ég var krakki og ég var ég man reyndar ekki en mér var sagt frá því að ég hef verið mjög snöggur
að eyðileggja hluti skilur þegar ég var mjög ungur. Já, bara skemma á. Já, og einhvern tímann heyrði ég söguna að pabbi ætti einhverja rísa vindla, kúbverska vindla. Já. Ég hafði vaknað snemma einn morguninn og var búinn að tæta það allt saman í sundur, þannig að maður alveg, það byrjaði snemma. Já. En var það rauðið þráðurinn í gegnum lífið og það tæta þetta niður? Ég veit það ekki sko, ég veit það ekki hvað ég segja með það sko. Nei, ég svona, allt sem ég geri, það fer ég all in, eða reyni það, alveg þá til ég fæ leið á því, þá hætti ég. Það er ekki greind segja þér. Já, og fer að gera eitthvað annað og þess vegna var í raun og veru slæmt að maður hefði farið á þessa glæpabraut á sínum tíma. Því að þá var maður all in og En hvernig byrjar glæpabrautin? Er það strax sem krakki eða? Nei, nei, alls ekki sko, Ég held ég hafi alltaf verið til dæmis þegar ég var ungur, þá hafði ég ekki skilning á vímuefnum og mér fannst það neikvætt og var á móti því öllu og hafði mjög sterkar skoðanir og líka þegar ég var orðinn aðeins eldri og var yfirdýravörður hér og þar og þá var þetta alveg nóg sko. Já. Og ég var aldrei í þannig vinahóp eða það voru aldrei vímuefni í fjölskyldu eða í vinahópnum sko, hvorki lyf eða annað slíkt sko, eða mikil drykkja eða neitt slíkt og þannig að ég held ég verð að segja að svona félagslegu þrýstingur kannski hafi orsakað að neyslu. Það voru svo margir á ákveðnum tímapunkti með mér þá sko, þegar maður var svona upp úr kannski 22-23 hefðis. Og þá hafi maður byrjað í vímuefnum og það annað en áfengið? Já. Áfengi hafði maður drukkið frá því að maður var 15 ára eða eitthvað slið sko. Það var algjörlega sko. En það var kannski aldrei eitthvað sem ég hafði kannski ekki vandamál hjá mér, áfengið. Og ég ekki í dag heldur sko. Mér hefur til dæmis aldrei fundist bjór góður eða áfengi eða sérstaklega en mér finnst alveg gaman að fara á lífið sko. Þannig að þó ég geri það orðið afar sjaldan, maður er náttúrulega orðinn gamall líka sko. Ég bara fann það núna á síðustu menningarnótt að þá þurfti ég að vakna eldsnemma til að fara að hvetja hlaupara afstöðu til dáða og gefa þeim vatn og svo eftir það allt saman þá var maður í miðbænum með fólki og þar var einn 6 ára með okkur og mjög krefjandi og maður var komin heim eitthvað 8 eða 9 kvöldið, búinn að vera þarna í bænum í 12 tíma og maður er alveg búinn eftir svoleiðis og maður gat ekkert, maður hafði hugsað á maður ekki að fara í bæinn á menningarnótt sko, en það var bara, maður fór bara heim og sofa sko. Það var búið að batterínu? Já. En hvað á þessum árum, þú ferð að ferð út úr norminu þínu og ferð að fikta við afbrot, var það meðvitað eða eitthvað sem hún planaði eða þvældistu inn í það? Hvernig gekk þetta fyrir sig? Já, sko, þegar þú talar um afbrot þá er það náttúrulega kannski bara tengd vímuefnum, sko, vímuefna innflutningur og varsla og sala. Já, en þú varst ekki að gera þetta til að fjármagna þín eigin? Jú, ég meina það er það sem gerist sko, í raun og veru, sko, maður í raun og veru missir kannski tökin og missir það sem þú átt, kannski fjármagn og annað og þú þarft náttúrulega að viðhalda svipuðum standard, kannski lífsstandard, þú ert vanur og og sér fram á þetta, þú getur það ekki og þetta kostar pening, þannig að þá sjálfkrafa einhvern veginn fer á stað að finna leiðir til að viðhalda þeim lífsstandard og geta verið í þessu sko. Þannig að þá lá þetta beinast við að fara að flytja þetta til Íslands. Varstu búinn að, kannski erfið spurning, en varstu búinn að vera að dundaði við þetta eitthvað áður en varst tekin? Þú þarft ekki að smygla? Já, maður var búinn að vera í svolítinn tíma að því sko. Og kannski gera það með miklum krafti
veist, kannski ekki mjög óbúslega mörg ár en það var samt nokkur ár og það var alveg mikið á þeim tíma en ekki maður átti ekki sögu einhverja áratugi í þessu sko en jú og maður hélt að maður væri náttúrulega bara með allt á hreinu og maður kemist upp með þetta en auðvitað var það ekkert þannig hins vegar sko það sem gerist þegar maður er gripinn við svona og fer í fangelsi að á þeim tíma þá var það töff í raun og veru svona thug pride já og vímuefnasmyglarar eru kannski svona efst í virðingarstigunum í fangelsi og það er það ennþá í dag og þannig að þetta var svona eitthvað sem maður sá ekkert að maður væri að fara að hætta svo þótt að maður væri komin í fangelsi og hvað er fyrsti dómur langur sem þú fékkst? Þetta voru sko 7 ár svo bættist við 5 ár þannig að það eru 12 ár hérna í fyrra skiptið og síðan sem sagt seinna skiptið þá var það bara 12 ár og þannig að þetta eru 24 ár í heildina og af því áplanaði maður 2/3 sem eru 16 ár en í seinna skiptið þá eru komið fleiri úrræði sem að því fyrra skiptið þá var maður bara á Litla-Hrauni allan tíman sko. Og fórst ekkert, ef þú varst komin þangað þá fórst ekkert, þá varstu bara þar fékkst örfá á mánuði á áfangaheimili þegar þú komst út en í seinna skiptið þá var þetta orðið öðruvísi sko. En hvernig var að þrífast bara daginn út og daginn inn og ár eftir ár á Litla-Hrauni? Já, ég meina við mannskepnan aðlagast mjög hratt öllu og ég held að það taki svona kannski fólk sem er með lengri dóma kannski allt upp í kannski 1 ár að svona aðlagast fangelskerfinu og komast á jörðina og átta sig á aðstæðum og alveg þangað til það gerist þá ertu reiður, þú ert veist ekki alveg hvað þú átt að gera og það eru miklar áhyggjur, þú ert kannski að missa eignir, húsnæði, fjölskyldu eða maka og börnin frá þér kannski og eitthvað svona og þannig að það er mikið að hugsa og það er svona kannski svona 1 ár sem að síðan eftir það þegar þú ert komin á jörðina í fangavistinni að þá verður lífið aðeins bærilegra sko og þú myndar líka ég meina þú eru vanafastur og þú ferð að gera hluti og vinna og svona þú byggir þér upp líka ákveðið bara svona fyrir þig skilur þetta er þitt, þetta er þín vinna og þú ert með þetta og þitt öryggi og menn verða oft mjög svona ekki segja heimakærir þeir verða frekir og þetta er þeirra og það má ekkert breyta þú situr á þessum stól og þetta er þinn stól það tekur hann enginn og þetta er svona hlutir sko sem að menn eru vanir að gera eitthvað svo koma kannski sumaraflýsninga fangaverðir og þeir eru auðvitað vilja standa sig vel og ekki brjóta neina reglur og þeir eru þannig ein hliðin er þannig og svo hin hliðin að þeir eru kannski líka hræddir svona til að byrja að vinna nýrri vinnu á svona stað sko og þannig að þá herðast allar reglur og allt svolítið og þá eru kannski þá kemur tímabil sem að allir eru brjálaðir og pirraðir og það er bara þekkt í fangelsunum það er bara að yfir sumarið þá er þetta oft allavega fyrstu 2 mánuðina sko, þá er þetta svona menn geta verið menn mjög pirraðir sko þannig að og við erum að sjá sko í raun og veru þetta er eitthvað sem við vitum og hefur alltaf verið og en mikið af vandamálunum í fangelsunum í dag er að fólk er svona minna meðvitað að þetta er það sem er að gera skilur það eru erfiðari og veikari einstaklingar í fangelsunum í dag og þau eru kannski ekki alveg að tengja skilur að þetta sé ástæðan þau telja þetta sé svolítið persónulegt hvað sér sem það er alls ekki sko. Þannig að þá myndast svona erfiðar aðstæður og erfitt andrúmsloft í fangelsunum sem getur endað illa sko. Já, maður heyrt það, ég náttúrulega starfaði í fíkniefnageiranum í áratugi þannig að ég átti vini og vinkonur sem fóru í fangelsi
og eins og þú nefndir réttilega áðan að við erum með svo mikla aðlögunarhæfni, við höfum góðan og slæma dag í fangelsi. Já, algjörlega. En sást þetta samfellt 16 ár? Nei, 8 og 8. 8 og 8? Já. Hvað var langt bil á milli? Það voru 5 ár á milli. 5 ár á milli. En familjan þín og svona stóðu alveg með þér og... Já, algjörlega, 100%. Það varst með stuðning og baklandinu. Sem ekki sjálfgefið sko, í fangelsiskerfinu. Það eru margir búin að brenna allar brýr á baki. Það eru kannski búin að, já, ég meina svíkja og vera vondir bara við fjölskyldu og það oft þannig að menn eru oft erfiðasti við það sem þeir elska mest og ætlast til og mikils af þeim sko. Og fólk bara í sumum tilfelli kannski bara fegið að þeir séu komin í fangelsi eða einstaklingur séu komin þangað. En hérna og menn átta sig oft á þessu í fangelsinu og byrja að byggja upp samband upp á nýtt. Við sína nánustu. Já, og eru kannski aldrei í meira sambandi en akkurat þá sko. Og hérna en svo bara svo sorglegt sko að það náttúrulega ekkert sem heldur utan þá fyrsta lagi enga meðferðir í fangelsunum. Sem bara mjög sorglegt. Mjög sorglegt og það ekki tekið á áfellamálum í fangelsunum. Það lítið vinnu í fangelsunum, eða svona, það aukist núna undanfarið, en það hefur svona okkar skoðun hefur verið að það alltaf svona 40% atvinnulaus, eða jafnvel meira. Sem hafa ekki bara val það já, bara geta unnið. Já, en það komið svolítið kraftur í það núna og það verið að reyna að gera helling og við erum að reyna að hjálpa þar líka og fleiri aðilar og vonandi verður þetta bara En hvernig var að koma út eftir 8 ár inni? Hvernig, var áfangaheimili eða vernd eða já, það var... Hvernig gekk þér aðlagast aftur inn í samfélagið eftir 8 ár inni? Já, sko mín staða kannski ekki svona þessi dæmigerð saga fanga, eða sem sagt, held ég, sko. Hérna, ég átti mjög auðvelt með það. Það var ekkert mál fyrir mig að fá vinnu og ég var síðustu mánuðina á vernd, áfangaheimilinu á vernd. En ég átti sjálfur íbúð þegar ég fór út í fyrra skiptið og hérna og þannig að mín staða var öðruvísi sko. En ég var ennþá á þeim tíma bara með það markmið að vera áfram sem sagt neðanjarðar verið í heildsölunni. Já. Og hérna, og það var bara mitt markmið í raun og veru allar fyrri afplánum og sem ekki gott og ég hef oft rætt að sko að ef einhver hefur komið til manns og sagt, heyrðu, ætlar ekki að fara að hætta þessari vitleysu þú getur náð miklu meiri árangri ef þú beinir allar þessi orku sem þú ert að nota í hitt, skilur, í eitthvað jákvætt og löglegt og byggja upp eitthvað að þú getur gert frábæra hluti sko. Var það aldrei rætt við? Nei. Var aldrei neinn viðtöl eða neitt sem átti þetta díalóg við? Nei. Þetta er sorglegt. Já, það var mjög erfitt að fá viðtöl við fagfólk í fangelsiskerfinu á þeim tíma. Það var ekkert sem að greip þig í raun og veru, hvorki inn í afplánun, enda sko ég meina, við erum ennþá eina Norðurlandi sem með refsistefnu í fangelsunum. Því hefur ennþá ekki verið breytt og á þessum tíma þá vissu sko fangelsyfirvöld ekkert hvað endurhæfing snerist. Þetta var bara refsing og hörð refsing og ekkert annað. Þetta var bara geymsla. Þannig var viðhorfið og það ennþá svolítið í dag því miður, en þrátt fyrir að fangelsyfirvöld hafi áttað sig á þessu og byrjað að læra þetta og senda fólk á námskeið og erlendis og taka eftir og skoða greinar og rannsóknir, þannig að þeir eru að gera þetta í dag. En Fangelsismálastofnun ekki stofnun sem tekur stórar pólitískar ákvarðanir, þannig að þetta verður að koma frá ríkinu. Þannig að þau eru tilbúin raun og veru að breyta, en þetta þarf að koma frá Alþingi. Þannig að Alþingi þarf að breyta lögunum til þess að komist hjálp inn í fangelsinu. Ég að skilja þetta rétt? Algjörlega. Það sko, það þarf fyrsta lagi að gera grundvallarbreytinguna að leggja niður refsistefnunni og taka þessa betrunarstefnu upp.
við erum eina Norðurlandi sem eru ekki með þá stefnu og síðan þegar það er komið þá er þetta að fara að vinna út frá því sko, auðvitað þarf að gera heildar endurskoðun á lögunum og breyta öll og sú vinna sko ráðamenn segja að hún sé byrjuð. Ég vil nú ekki segja hún sé byrjuð en það er klárlega að vera að undirbúa það og hérna það er nefnd eða svona verkefnastjóri sem var ráðinn og hún hún er að gera núna sem sagt þarfagreiningu sem heitir grænbók og svo þegar hún er búin að gera það og ég meina við erum búin að skilja umsögn það og fullt af öðrum aðilum. Út aðeins að útskýra fyrir okkur við Afstaða og þú ert formaður Ég er formaður Afstöðu, félag. Já, við erum sem sagt það heitir Afstaða, svo er eitthvað félag. Já, við erum að sem sagt það er félag fanga og annar aðstandenda og annar áhugamann bætt fangelsismál og betrun. En sko við erum að breyta þessu og og nafnið í raun og veru verður bara Afstaða, það verður engin undirtitill sko. Af því að við erum að vinna fyrir svo víðan hóp, eða sem sagt fyrir svo marga að við erum sko þarft ekki endilega að hafa verið fangi til að vera hjá okkur. Þú getur verið fengið stuttadóma, tekið út í samfélagsþjónustu, þú getur verið aðstandandi, þú getur tengst á einhvern hátt. Meina margir hverjir eru vímuefnaneytendur, fólk með sko svona raskanir, þar að segja sko þroskaskerðingar, ADHD, framheilaskaða, bara fatlanir, líkamlega fatlanir. Við erum með eldri borgara, við erum með ungt fólk, við erum með hinsegin fólk, við erum með, þetta er svo vítt sem við erum aðstæða. Þannig að þetta er ekki bara fangar, þetta er ekki bara einn málaflokkur, við erum bara út allt, þetta er bara fólk. Já, nákvæmlega. Þannig að og þetta eru útlendingar og þetta er alls konar. Þetta er bara, þannig að það sem við erum að vinna er bara, þetta er út allt og þannig að sko, já og við skiluðum inn umsögn þessa grænbóks eða þarfagreiningu sem við verðum að gera og það var valinn verkefnastjóri sem ef ég á að vera alveg heiðarlegur þá leist mér ekkert á það í byrjun. Það var manneskja sem þekkir ekki til málaflokksins en svo eftir að hafa hitt hana og átt fundi og skilað henni umsögn og þá sá ég strax að þetta var gott val. Þetta er góður verkefnastjóri sem kann að stjórna og kann að ganga frá þessum verkefnum. Og með hjarta á réttu stað. Algjörlega og er búinn að kynna sér þetta allt núna og þannig að sko ég er mjög ánægður í dag sko með þennan verkefnastjóra og já, við ætluðum okkur að mótmæla á svoleiðis en svo sáum við bara ákveðum við að vera gera þetta svona málefnalega og ræða málin og fara ekki í stríð og við erum ánægðir með þetta í dag og hins vegar sko varðandi þessa vinnu að ok, nú kemur þarfagreiningin og svo verður aðgerðaráætlun gerð sérstaklega núna seinna í vetur og þá þurfum við að skilja inn annarri umsögn og síðan í byrjun næsta árs, kannski í febrúar eða eitthvað verður byrjað að vinna í sjálfu heildar endurskoðun á lögunum og þá verður komin svona ákveðin mynd á þetta, hvert á að stefna og svoleiðis. Það sem er kannski, nú er Sjálfstæðisflokkurinn búinn að vera með þetta ráðuneyti bara nánast alla tíð og ekki mikið verið hugsað um málaflokk. Það verður að segjast eins og er. Já, við verðum kannski kallað réttu nöfnum sko að fangar sem brjóta af sér eða fólk sem brýtur af sér á ekkert upp á pallborðið svolítið í samfélagslegum umræðinu. Þetta er fólk náttúrulega sekt. Já. En það er samt aðeins að breytast og og það sem ég sé við þessa vinnu sem er farin í gang er að ok, þessi heildarendurskoðun, hún verður ekki lögð fram á þingi á næsta ári, heldur árinu eftir, sem þýðir það að það er komin enn önnur ríkisstjórn og auðvitað höfðum við ágjörð á þessu. En hins vegar er fullyrt og við höfum séð í ráðuneytinu að það er svolítið verið að vinna þessa vinnu þannig að í raun og veru skiptir ekki máli hvort það vera hægri eða vinstri hér við stjórn sko. Ég átt að snúast hægri eða vinstri þessi málaflokkur. Nei, það hefur gert það alveg klárlega
og við erum að sjá, sko, þess vegna höfðum við áhyggjur af þessu, þú veist, ok, þetta er fína vinna, þrátt fyrir að sé hægri stjórn að er farin á stað og og síðan kemur ný ríkisstjórn, en ég lít á það bara sem, sko, í raun og veru að það sé bara plús, sko, því að þessi vinna heldur áfram og ráðuneyti vinnur þetta svona þannig að það skiptir engu máli hver tekur við þannig, en kannski verður það bara betra, skilurðu, hinir laga það sem vantar upp á, kannski. En ég bind allan að mikla vonir við þetta, af því að bara þessi heildar endurskoðun á lögunum, þetta er algjör grundvöllur fyrir því að við getum breytt og rétta átt í þessu málaflokki. Fangelsin sem á að byggja, fjölgun í opnum úrræðum er mjög gott og nýja fangelsi er mjög gott, en steypa er ekki það sem að bjargar málaflokknum eða það sem er best að gera í raun og veru, sko. Það er innviðir í fangelsunum, þar að segja tilgangurinn og hvernig er unnið með fólk í fangelsinu. Ættir að snúast bara betrun og ekkert annað í sjálfu sér. Já. Og það er það sem að við höfum alltaf sagt, sko, því að sko, við viljum útskrifa úr fangelsunum fólk, veist, í námi, þetta á bara að vera menntastofnun í raun og veru, starfsþjálfun og menntastofnun. Að fólk á, sko, ef við tökum ekki þann tíma sem fólk er í fangelsi og betrum það eða endurhæfum fólk þar, þá gerist það ekki, skilur. Þannig að, sko, við eigum að nýta þann tíma og kanna einmitt áhugann, veist, hvar liggur þinn áhugi, svo hjá mér í gamla daga, og fólki gert kleift að læra það sem maður vill læra inn í fangelsinu. Og þú talaðir að þetta séu sekir aðilar sem eigi ekki upp á pallborði hjá almenningi, og það er alveg rétt, það hefur verið umræðan þó hún sé að lagast, en mikið dómharka í gangi. Já, mjög mikið dómharka, og maður skilur það alveg, ef einhver fremur hræðilegan glæp og það bitnar á þinni fjölskyldu að þú verður brjálaður, en þess vegna er mjög gott að það sé ekki almenningur sem stjórnir, skilur, þessi ferli. Það væri búið að hengja annarkvæmt mann upp í tré, sko. Já, algjörlega, en vegna þess að, sko, við vitum það að því harðari refsingar sem eru, því meira vesen verður í kerfinu, og það er ekki að ganga, og þú sér bara Bandaríkin og þau lönd sem að hafa dauðarefsingar og svoleiðis. Þannig að við þurfum alltaf að hugsa, ok, hvað er best fyrir samfélagið í heild? Er það betra að við geymum þessa manneskju í geymslu í 5 ár eða 6 ár eða 10 ár og jafnvel í einangrun eitthvað af þeim tíma og hendum hún síðan út og hann er kannski neysla allan tíman og stöðum vandamálum? Er það betra fyrir, ég meina, munar þá ekki bara fremja annan hræðilega glæp sem tengist annarri fjölskyldu? Endur komin að sýna það? Það sýna það, og það er annar hver aðili sem fyrir fangelsi, hann kemur aftur inn í fangelsi, þannig að ef þú ferð í fangelsi einu sinni, þá eru yfirgnæfandi líkur og þú komir aftur í fangelsi, og við sjáum það bara eins og í mínu tilfelli. Ef við hugsaum það bara ískalt peninga, nóttin á Litla-Hrauni, það er ekki smá peningur per fanga, ef við erum bara að horfa í peningana í þessu. En ég hélt að þetta lægi meira hjá, sko, fangelsismálastjóra, þessi umgjörð inn í fangelsinu, hvað stefna væri tekin annað, því að ég á minningar að það Magga Frímanns var þarna, þá gaf ég henni allt götusmiði módelið bara möppu alla meðferðina. Hún vildi fá að nota hana inn í meðferðina. En ég held að þessu öllu verið hent, það var ekkert gert við þetta, sko. Já, sko, Margrét var góð og vildi gera góða hluti en, sko, hún kemur samt bara á þannig tíma að það er bankakreppa og almenningur fangar ekki í neinum forgangi og það var bara ekkert hægt að gera í raun og veru og allt mjög erfitt og það fékkst ekki peningar í eitt eða neitt. Ég held samt og að Margrét fyrir örugglega að nota þessi gögn vegna þess að, sko, hún náttúrulega barðist fyrir að meðferðargangurinn yrði opinn og hann er búinn að vera allan hennar tíma. Hann reyndar lokaði núna fyrir sumarið. Af hverju lokar hann í sumarið? Bara út af starfsfólki eða? Nei, hann lokaði vegna þess að
sko, við vitum hvernig aðbúnaðurinn á Litla-Hrauni. Hann Ég sá einhvern þátt það að þetta var nú ekki glæsilegt, hvorki verið fangan eða starfsfólk. Nei. Þannig að það verið að laga allt sem hægt að laga svona til bráðabirgða. Þannig að sko, það sé hægt að nýta þetta án vandræða skilur þangað til nýja fangelsi kemur. Og það eina ástæðan að það verið að taka einn og einn gang eða eitt og eitt hús í einu og það þarf alltaf að loka einum gangi og svo bara sko hátt í, ég veit ekki hvað, 90% nýting á fangelsinu. Þannig að það var eiginlega ekkert annað í boði heldur en að væri hægt að færa fanga og þetta eru mikið til útlendingar líka þannig að á þennan gang og þá var þessu bara sjálf hægt. En líka kannski vegna þess að áhuginn hjá föngunum þessa stundina var bara orðin engin. En hvar kemur svo Hólmsheiðin inn í þetta allt saman? Átti hún ekki að leysa öll þessi mál? Nei, í raun og... Biðlistana og... Jú, auðvitað var náttúrulega, sko, auðvitað var sagt að þetta ætti að leysa allt saman og það náttúrulega alltaf gert til að kannski ýta á hlutina og ég veit ekki sko með þessa biðlista sko hvenar þeir byrja í raun og veru en ég hafði alltaf þá trú að biðlistarnir væru í raun og veru bara settir á til að þrýsta á fangelsið á Hólmsheiði sko, í raun og veru tæki til þrýstings á stjórnvöld og það virkaði skilurðu, en ég veit ekkert hvort að það sé nákvæmlega satt skilurðu, það var svona mín tilfinning á þeim tíma og við höfum séð þetta annars staðar, ég meina við erum með fullt af félagasamtökum og meðferðarstofnunum og annað sem að nota svona þrýsting, búa til biðlista og heimta meiri pening og segja bara hér alltaf frá böndunum að við erum með svona mikið biðlista og þetta verið að þrýsta á stjórnvöld. Mér persónulega finnst þetta ógeðslegt vegna þess að fólk deyr á meðan og þetta hefur áhrif á líf fjöldamanns og þá er ég að tala líka fangelsin sko. Og fólk jafnvel komin í alls konar sambúðir og barn á leiðinni og svo allt henni kippt út úr öllu saman. Ég sé það gerast. Svo erum við bara komin með víta hring sko, að við náðum ekki að leysa þennan vanda. En ég held samt að þessi vinna sem fer á stað á næsta ári varðandi heildarendurskoðun að þar á að taka allt inn í og þar á að leysa þennan vanda í eitt skipti fyrir öll. Sem sagt biðlistana, úrræðin bara sem sagt láta þessa hluti virka sko. En maður hefði haldið að sko þetta væri svona basic, þú brýtur af þér og þú situr af þér og ferðu út, þetta er svona þetta hljóma verið en ég meina það, þetta er bara svona ákveðið ferli sem hún ferði í gegnum. Hvað er svona flókið í þessu? Er það fjármagnið sem stoppar allt? Er það refsistefna stjórnvalda? Hvar er sílóið í þessu? Vandinn er svo fjölþættur sko Byrjum. að sko við erum til dæmis, við erum ekki með fjármagn, það er ekki fjármagn til að sinna faglegri þjónustu í fangelsunum, eins og við myndum vilja hafa það. Það vantar fleira fagfólk inn í fangelsin og iðjuþjálfa og fleiri atvinnutækifæri og fleiri námsmöguleika og það er eitthvað sem að sko við viljum. Ég meina fólki sem er í fangelsunum er yfirleitt sko fólk sem að hefur verið atvinnulaust, heimilislaust, á við allar þessi veikindi sem ég taldi upp áðan að stríða, fólk sem hefur nánast fæðist inn í fangelsi, þar að segja í erfiðum fjölskyldu aðstæðum og vita svona hver stefnir í raun og veru. Síðan ég meina nú veit ég ekkert hvert við vorum að fara með þetta. Við förum bara í aðrátt. Nú er samfélagsþjónusta. Er það ekki orðið við þú tekið þetta út í samfélagsþjónustu? Einhvers staðar finnst mér að lesa það þeir ætla að auka samfélagsþjónustu. Já, samfélagsþjónustan er núna ef þú fær dóm innan 24 mánaða þá getur þú tekið það út í samfélagsþjónustu ef þú ert hæfur þar að segja sko. Það er ekkert allir þar. Nei, en þetta er hluti af því sem sagt að fækka á biðlistunum og þetta er í takt við líka í raun og veru endurhæfingu vegna þess að sko við erum á þeirri skoðun að það á helst enginn að fara inn í fangelsi. Fangelsi er úrelt fyrirbæri sem er alls ekki að virka.
og alveg sama hvað hver segir, það er ekki að virka. Ég tek undir með þér. Þannig að sko við þurfum að finna önnur úrræði fyrir dómar að dæma fólk í. Í dag hafa þeir bara þessi úrræði að dæma fólk í sektir eða fangelsi eða samfélagsþjónustu. Mér skilst það sé lagabókstafi fyrir því að þetta dæma fólk í meðferð sem aldrei verið beitt. Já, en ástæðan fyrir því er að sko það er engin úrræði til á Íslandi til að dæma fólk í vegna þess að sko þau þurfa að vera til úrræðin. Sko ég fullyri það er ekki til meðferð fyrir þennan hóp sem er inn og út úr fangelsi hér á Íslandi. Hún er ekki til nógu öflug, þú veist. SÁÁ er flott fyrirbæri fyrir fólk með léttan vanda þó að þeim finnst það sjálfum grafalvarlegur að þá er það léttur vandi með að við sko fólki sem er inn og út úr fangelsi heimilislaust bara í mjög erfiðum aðstæðum mikinn og flókinn vanda og hérna það eru kannski 2 úrræði svona, sem er náttúrulega ekki afeitrun en svona meðferðarúrræði, það er Krýsuvík og Hlaðgerðarkot og þetta eru kannski þau úrræði sem hafa verið að gefast best en ég held að ég veit ekki sko nákvæmlega hvernig meðferðarúrræði þar eru en mér hefur heyrt að það sé ekki endilega meðferðarúrræði sem við erum með, heldur bara tíminn. Skilur þú ert svo lengi þar, skilur þú ég veit ekki hvort það 6 eða 12 mánuðir sko. Já, þessi möguleiki að geta verið lengi. Já, í raun og veru. Þetta fer ekki eftir klukkunni hvenær bátið búið. En það segir sig sjálft, ef það er engin betrun í fangelsinu, þá var ekki hægt að sko búast við að vera einhver árangur í þessum málaflokki. Nei, alls ekki. Og það er það sem að við höfum verið að benda á, að við þurfum að taka fólk og beina þeim á rétta braut og bjóða þeim að taka þátt í alls konar, hvetja þau áfram og vera með einhver svona gulrótarkerfi því að fangelsinu eru bara svolítið kannski eins og leikskóli, þetta er fólk sem á erfitt og þarf að beina svona leiðu áfram með gulrót og en síðan er sko, það þarf að taka á öllum málum í einu, það þarf líka að taka á áföllum og það er áfall að fremja glæp og það er áfall að vera handtekinn og áfall að fara í fangelsi og það eru örugglega fullt af áföllum sem lendi á undan áður en þessi fyrrill byrjar sko. Nákvæmlega. Og fíkn, það þarf að taka á henni, fíkninni og Þannig að birtingarmyndin af vandanum er kannski bara fangelsið. Þegar eru allt aðrar ástæður fyrir því og fórst inn í fangelsi upprunalega. Þú ert í neyslu, þú lifir svona hins einn og þú tekinn, eins og ég heyrði marga fíkla segja að ég var svo óheppinn að vera tekinn, þeir tengja sig ekki við það þegar þeir lenda í þessum aðstæðum. En ég hef aldrei, á mínu ævi, komið mjög mikið nálægt þessu, ég hef aldrei ég sé mjög fáa koma betur setta út úr fangelskerfinu heldur en fór inn í það. Samt voru þeir í tjóni áður en fór inn. Það er alveg rétt sko, ég minna það er líka þannig að við erum að hópa fólki sem er svo erfiðari stöðu að þeim dreymir að fara inn í fangelsi, skilur og pælti því. Það er eitthvað sem maður bjóst bara ekki við að vera til, en það er þannig að fólk er í svo hrikalega erfiðstöðu, er á götunni, er í vandræðum sko með vímuefni í æð, vantar geðhjálp eða svona, fær enga aðstoð, þau fá ekki að fara í meðferð á Vogi að þeir eru með geðræna vanda, þau fá ekki að fara í meðferð á geðdeildina að þeir eru með vímuefnavanda, þau eru bara einhvers staðar á milli og héraðslæknir er gjörsamlega úrelt fyrirbæri sem hefur engin völd og hann reynir að kannski að koma og reyna að fá menn úrskurða kannski eða setja það á geðdeild og það er bara sagt við þá líka, bara nei það er ekki pláss, það er bara ekki pláss, þetta er ekki bara fangelsiskerfi sem er gallað, það er líka geðheilbrigðiskerfið og skólakerfið, ég held að þetta byrjar þar, að mikið af þessu vanda sem við erum að eiga við í dag alltaf þessar hnífstungur og svona, mín skoðun er bara skólakerfið sko. Já, ég segi það líka, en hvar er betri staðar en í upphafi skal endinn skoða, það var slókan Gaudsmiðjunnar, í upphafi skal endinn skoða, að ungi krakkar að fann að labba vopn nær, þeir hafa reyndar alltaf verið þessi krakkar á þessu gráu svæði verið með vopn í vassanum, en við fann að stinga hvert annað bara út á götu, þetta, ég sko saga með fótinn að gaurinn sem að stakk þess að 3 núna daginn, að þessi krakki búinn að koma með sögu oft í kerfinu
áður en að gera þetta. Já, ég meina, sko, ef ég tala bara fyrir okkur í afstöðu, sko, þá höfum við verið að fylgjast rosalega vel með hvað að gerast í bæði undirheimum, fangelsismálum, meðferðarmálum, annars staðar á Norðurlöndunum. Og við höfum skrifað greinar og við oft komið í fjölmiðlum og verið jafnvel í nefndum þar sem við erum að vara við ákveðnum hlutum sem munu þróast og verða svolítið hér. Sko, allar okkar spár hafa ræst, alltaf. Og kannski 1 ári seinna, 2 ári seinna eða lengra. Og já, því miður. Og þannig að það er svolítið sorglegt að sé ekki tekið mark á því. Það er aðeins farið að taka mark á því í dag, það verður að segjast. En þetta er vandi sem við hefum getað séð fyrir. Og við sjáum það líka bara til dæmis á allir heimilislausir ganga ég segi kannski ekki allir, en langflestir vopnaðir á daginn og nóttunni, sko. Þetta er erfið staða. Þeir eru líka hræddir. Sko, það oft veist að útigangsfólki, sko, það lamið algjörlega, já. Og en sko, það sem kannski verst við þetta er allt saman, að það er ekki verið að bregðast við. Hvað er verið að gera núna, til dæmis, varðandi þennan vanda? Það er allan ekkert sjáanlegt, en ég get sagt það að við höfum verið að reyna að kynna stjórnvöldum á síðasta heilan áratug ákveðið prógram sem er í gangi á Norðurlöndum sem er að virka, og það er einmitt fyrir unga afbrotamenn sem vilja. Í 10 ár? Já, í 10 ár erum við búin að vera að reyna að koma þessu inn, og við vitum þetta virkar. Þetta er á Norðurlöndunum, þetta er bæði sem lögreglan getur beint fólki að, og fangelsisvöld getur beint að, og dómarar, og þú átt að geta labba bara inn á götunni, skilur, ef þú vilt fara af þeirri braut sem þú ert komin inn á. Þú átt að segja, herðu, nú er ég komin á vitlausa stað í lífinu og ég vil ekki meir, ég vil fá hjálp til að losna úr þessu. Þá átt þú að geta labba inn í þetta úrræði. Og það hefur ekkert gerst í raun og veru í þessu fyrr en núna bara í byrjun þess árs, og þá hringdi Eygló Harðar sem er verkefnastjóri og ríkislögreglustjóri í mig og sagði bara, hverja viltu hafa í þessu? Og þá byrjaði þetta svona aðeins að rúlla, og það er búið að vera stöðufundir undir hennar stjórn. Þetta er svona óformlegur vinnuhópur, og það er verið að þétta saman, sko, stofnanir og félagasamtök og byggja upp svona ákveðin grunn, og það er sem sagt mikil vinna, og við erum að kalla til, sko, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og hin á þessa, skilur, sem að fá að vita alls konar hluti, úr öllum áttum. Reykjavíkurborg er með í þessu og fleiri. Og ég held að sé svona farið að koma að tímamótum að nú fyrir við að ákveða, hverju vilja vera með, hvað eigum við að gera nákvæmlega. Þetta liggur fyrir. Við erum búin að fá fundi frá sérfræðingum í Bandaríkjunum og öllum Norðurlöndunum. Við erum búin að fara. Ég fór til Finnlands og skoðaði allt kerfið þar, og þau til Danmörku, og þetta er búið að vera svona. Við erum búin að vera núna í raun og veru allt þetta ár að vinna í þessu. Þannig að sko, draumurinn er auðvitað að við getum byrjað að gera eitthvað á næsta ári í þessu. Er lagabókstafurinn það sem er í vegi fyrir að framkvæma eitthvað þessu? Nei, við erum náttúrulega stóla bara, eða stílinn á að við getum gert hluti sem að rúmast innan lagana, núna eins og það er í dag. En hins vegar er þetta þannig úrræði að það þarf að hafa þetta til viðmiðunar þegar að lögin fullnustu refsinga verður endurskoðuð, og jafnvel hegningarlögin, og þarna erum við kannski komni með eitt af úrræðum sem að dómarar geta dæmt eða sagt að þú getur farið í, skilur. En auðvitað þarf miklu meira til, og það er það sem ég vildi koma inn á áðan með fangelsiskerfið, að ef það er ekki, sko, eftirfylgni eftir fangavistina. Ég meina, við erum að sjá fólk fara inn og þeir eru að ná bata kannski inni, svona ná að jafna sig og hætta jafnvel neyslu, og þeir koma út aftur og stundum líður ekki sólarhringur, sko. Þá eru dottin í það aftur. Og það er rosalega sorglegt að horfa upp á það að fólk sé að fara beint úr fangelsi yfir í neyðarskýli Reykjavíkurborgar. Það er hrikalega erfitt að sjá það. Dapurt að við sem ekki komið lengra en þetta. Algjörlega, og þá byrjar hringurinn upp á nýtt. Þetta er hringiðja glæpa, neyslu, fangelsa og heimilisleysi, skilur við. Þetta er bara hrikalegt að sjá þetta.
og við vitum að við getum gert betur. Við vitum að við getum fengið þetta fólk til að breyta stíl og taka á hlutunum. En það þarf að vera eftirfylgni, það þarf að vera til úrræði. Okkur vantar gott áfangaheimili sem er sko virkilega gott prógram í gangi. Það er ekki til fyrir þennan hóp. Ekki fyrir þennan hóp. En þetta verndaði mig. Já, vendir heimili en er samt sem áður hluti af afplánun, skilur. Þú ert samt sem áður á afplánun þegar þú ert þar, sko. Þannig að menn eru svolítið þvingaðir til að vera þar, en það er öðruvísi. Það er ákveðnar reglur og slíkt að þú getur ekkert verið þar lengur en þú átt að vera, skilur. En okkur vantar gott áfangaheimilega sem er fagfólk að vinna og tekið á öllum sem vanda þar líka, áföllunum og bara vinna á málunum og hjálpa fólki, hjálpa fólki að fóta sig og fá vinnu eða bara læra að vinna, skilur. Þetta er bara common sense. Ég skil ekki hvað þarf að vera svona óbáslega flókið við þetta. Og allir þessi tími. Er þetta á höndum sveitafélaga? Þetta er væntanlega á höndum ríkisins frekar en sveitafélaga? Eða bæði? Já, sko, þetta er nefnilega svolítið flókið að við auðvitað, ef að menn eru ekki dæmdir í öryggisvistun eftir afplánun, að þá er það ábyrgð sveitafélaga. En sveitafélagin geta stundum svona ýtt hlutunum frá sér og það er einmitt það sem við erum að lenda í núna er að það er stór hópur manna það eru alltaf nokkrir aðilar sem eru að losna núna sem eru í raun og veru hættulegir og mjög veikir og eiga erfitt og það er þeirra bíður ekkert annað en gatan. Þannig að sko í þeirra tilfellum ef það er ekki tilbúið úrræði fyrir þá þar sem að þeir fá stuðning og þær meðferðir sem þeir þurfa á að halda að þá munu þeir fremja alvarlegri glæp og það er ekki bara að við höldum það, við vitum það og ekki bara við, heldur allir sem koma að þessu og líka sveitafélögin og sveitafélögin eins og til þess bara nú er ég með ákveðið svona dæmi í huga sem við erum búin að vera að berjast fyrir síðustu árin að nú er eitt sveitafélag bara ákveðið að gera ekki neitt bara núll? Já, ekkert, af því að þau vilja ekki sko að starfsfólki lendi í einhverju en sko þau gera sig ekki grein fyrir því að þá munu sko starfsfólk annara úrræða sem ekki vanta kljást við svona lendi í vandræðunum. Já, þau færast bara til sko. Og það mun enda með ósköpum og við vitum það. En sko á sama tíma er rosalega erfitt að skella þessu bara á sveitafélag. Segjum að eitthvað sveitafélag Vogar þurfi að sjá svona úrræði þar sem er mannað allan sólarhringinn það færi bara á hausinn skilur þannig að sko ríki verður að koma þarna inn og að því að sko þetta er ekki bara einn einstaklingur sem þarf einhver úrræði heldur er þetta almanna öryggi þetta snertir öryggi almennings og ríki verður bara að koma þarna meira inn og við erum með nokkra einstaklinga sem eru að losna á næstu vikum og mánuðum sem ekkert býður og bara því miður sko, ég veit ekki alveg hvernig veturinn verður. Svo segjum við bara Jesús minn þegar eitthvað er búið að gerast. Já, nákvæmlega sko. En við erum samt sko við erum samt að gera helling. Afstaða er með við erum að fara það er verið að fara að opna meðferðargang á Litla-Hrauni aftur sem að þið komum með hendurnar í? Já, við munum koma þar að með svona stuðningsfundi og viðtöl og við erum í raun og veru það sem við erum að gera er í raun og veru við erum með stuðning og ráðgjöf og bara svona að peppa hópinn á jafningjagrundvelli. Þetta eru allt jafningjar sem koma og stjórna þessu og eru að tala að því þetta eru strákar og stelpur sem hafa verið í sömu stöðu og þau, skilur. Þannig að við þekkjum þetta og við vitum þetta og þið talið lingóið og nákvæmlega og við viljum bara benda þeim á
hvað við gerðum til að laga þessa hluti. Og svo erum við með reyndar svona til hliðar, þá erum við með fagfólk með okkur, við erum með fjöldan allan af fagfólki hjá Afstöðu. En hvernig fjármagnið ykkur? Er það á fjárlögum eða er það bara... Nei, við höfum fengið afar lítinn stuðning hjá ríkinu og við höfum verið að fá sko stuðning aðeins frá Reykjavíkurborg og félagsmálaráðuneytinu, en það er svo lítið að ef við tökum þetta saman sjálfboðavinnuna, alla sem er verið að leggja í þetta og alla þá vinnu og kostnað síðustu 20 árin, þá hefur við kannski verið að fá svona 2-3% af kostnaðunum frá ríkinu. Þetta er rosalegt og vinnan hjá okkur er alltaf að aukast. Fagfólki hjá okkur, þetta eru geðhjúkrunarfræðingar, hjúkrunarfræðingar, iðjuþjálfar, áfengis- og vímuefnaráðgjafi, fíkniráðgjafar, þetta eru hérna þroskaþjálfi, 3 félagsráðgjafar. Þetta er okkar fólk og veitir okkur stuðning og við erum með ofboðslega sterkt lið. Í raun og veru erum við að reka bara geðheilsuteymi, mætti segja það, skilur með við það sem við erum með, sko. Með sama engum stuðningi? Já. En hvernig fjármagnið þá þetta fagfólk? Nei, það eru bara sjálfboðaliðar hjá okkur, engin starfsmenn. Og við erum svona á þeim tímamótum að Afstaða verður 20 ára í janúar næsta ári. Og nú er þetta orðið svo sterkt hjá okkur og öflugt og við erum náttúrulega að veita sko ráðgjöf og stuðning líka til aðstandenda og barna og við erum að gera það líka hérna bara í Reykjavík. Svo þannig að vettvangsteymin eru að fara inn í fangelsin og taka stöðuna á fangelsunum, hvað er í gangi, hvernig líður ykkur, er eitthvað sem þarf að breyta, getum við hjálpað ykkur og ýtt á einhver mál, bara svona fylgjast með og svo náttúrulega bara að hvetja þá áfram og annað og við höfum náttúrulega verið að ýta á breytingar og hérna og veist af hverju fær þessi ekki að fara til tannlæknis og þá fara hann yfirleitt að fara daginn eftir, skilurðu? Þetta er svona, við erum svona að fylgjast með þessu. Og eru þið senn þrýstihópur líka? Já, ég meina við erum bara hagsmuna samtök og hérna, en öll okkar vinna byggist á jafningjagrundvelli. Við erum ekki heilbrigðisþjónusta. Við sinnum ekki, þó að við séum allt þetta fagfólk, þá það til ráðgjafar, þau eru með okkur, þau hafa þekkinguna, en við erum að leiðbeina fólki að fara á rétta staði og reyna að hjálpa þeim að fá þjónustuna, af því að það getur oft verið flókið inn í fangelsunum. Þannig að við erum svolítið svona, við erum eiginlega svona millistykki, einhvers konar, skilurðu. Og ég heyri að þú brennum fyrir þessu, þú ert alveg rétti maðurinn og rétta staðnum. Já, ég meina við bara, ég er búinn að vera formaður núna í 10 ár og ég væri alveg til að fara að snúa mér á öðrum hlutum, en ég sé það ekki fyrir mér að það sé hægt, fyrir að við erum komni með styrk frá stjórnvöldum sem við þurfum og hérna, og þau bara skulda okkur það, við erum bara að spara ríkinu sko mörg 100 milljónir, skilur bara á okkar vinnu og við erum að koma í veg fyrir glæpi, við erum að fá fólk til að hætta og snúa við og hætta að vera á varanlegri örorku eða framfærslu ríkis og sveitarfélaga sem eftir er ævinnar. Bara einn svoleiðis aðili sparar, skilurðu, ríkinu ótrúlegar upphæðir og þetta er svona, já, ég meina, ef við fáum einhverja til að breyta, þá spara það, sko, veist, hjá lögreglu, dómstólum, fangelskerfinu, heilbrigðiskerfinu, almannatryggingakerfinu, bara allstaðar. Og hérna, bara tryggingafélögin einu og sér, borga, tryggingafélögin, öryggisþjónustunum, veist, við erum bara, en við höfum fengið, sko, við sjáum að þessi umræða er að breytast og það er hefur verið eitt af okkar aðalstarfi að það er að breyta umræðinni og fræða fólk, hvað er að vera í fangelsunum, hvað þarf að gera, af því að sko með því að hérna fækka fordómum og þá eiga fangar og þeirra fjölskyldur auðveldara með að samlagast samfélaginu á ný og það er svona það sem að hérna við græðum öll á því og við þurfum að vera meðvituð að það koma allir út aftur og hérna og við þurfum að, það á ekkert að skipta máli fyrir hvað menn eru dæmdir, veist, það munu allir koma út aftur og þess vegna er svo mikilvægt að það sé búið að vinna í þeim meðan þeir séu búin að öðlast menntun eða þekkingu þannig þeir geti fara að gera eitthvað annað. Af því að ef þeir gera það ekki og fá það ekki og samfélagið tekur ekki mótið þeim, þá munu þau brjóta sér aftur. Þetta bara segir sér sjálft, sko. Þetta er borðleggjandi. Ég tala oft það með götusmiðuna. Eitt kjafsök í miðbænum var ársrekstur götusmiðuna. Með allan þann rekstur, bara eitt kjafsök. En, að því tíminn er svolítið að hlaupa, voru gaman. Þó þetta sé vond umræða á einu stað, en takk fyrir að standa þarna í stafnum.
ef þú fengir að ráða þessu núna, ég bara gef þér hérna töfrasprotan, bara gerð þetta. Hvernig sérðu fyrir þér hlutina þróast á næstu vikum, ekki árum? Er þetta bara peningar per se? Eða er þetta mindsetið í stjórnmálamönnum sem að stoppa þetta? Já, sko, mindsetið þannig að þau vilja ekki gera neitt sem kostar peninga, en áttar sig ekki á því að við erum með dýrasta fangelsiskerfi í heimi og kostnaðurinn við það alltaf að hækka og mun halda áfram að hækka. Staðinn fyrir að ef við gerum þetta eins og við höfum okkar tillögum og að vinna með fólk og betra fólk og endurhæfa og fá betra fólk út í samfélagið aftur, að þá minnkar allur þessi kostnaður. Kostnaðurinn, hann mun minnka allstaðar og álagið og sem þýðir það að við munum sjá kannski kostnaðurinn fara svona frekar en upp, sko. En fyrir utan allan harminn sem tengist hverju einu, sko. Já, algjörlega, og ég meina við sjáum þetta hefur gerst á Norðurlöndunum og þannig að þetta allt hægt. Ég meina við þurfum klárlega að vera að sigla sömu stefnu og Norðurlöndin, það þýðir ekki alltaf að sigla á móti. Við þurfum að fjölga opnum úrræðum og öðruvísi úrræðum, fólk ekki allt eins. Við þurfum ég meina bara síðast í vikunni sendi ég eða síðustu viku þá sendi ég á ráðuneytinu og sagt herðu, hérna nú bara gamalt hótel sem laust, skilurðu, með sundlu og líkamsræktaraðstöð og það var hægt að taka þetta á leigu í 2-3 ár bara og biðlistarnir búnir og við getum séð árangurinn, skilurðu, þetta hægt að gera strax. Ég ekki búinn að hafa svarið neitt við þessu, sko, en ég meina, við sjáum að það fullt af möguleikum stöðunni til að gera hlutina vel og við í þessu litla landi eigum alveg að geta gert þetta. Í Finnlandi þá allt gert til að koma mönnum bara út. Þarftu tannlækni, þarftu sálfræðing, já, farðu bara sjálfur og taktu lestina og farðu bara sjálfur til tannlæknis. Bara gerðu þetta, bara þú þarft að læra, skilur, að kaupa þér lestamiða og fara með lest og hitta fólk og bóka tíma og þú þarft að læra þetta sjálfur. Við hefum ekkert að vera að kalla þetta endurhæfing. Þetta endurhæfing, sko. Við þurfum ekkert endilega að vera að kalla fólk alltaf einhverja til okkar. Þið bara að fara að læra og gera þetta sjálf, sko. Þannig var þetta úti og ég var mjög hrifinn af kerfinu þarna úti í Finnlandi, sko. Þetta eru löndi sem við berum okkur alltaf saman við. Við berum okkur alltaf saman við, en við höfum enga rétt til þess, ekki nokkuð, af því að við erum eftir á í öllu nánast. Þannig að, sko, allt sem tengist velferð eða þessum málum, geðheilbrigðismálum, fangelsismálum, við erum bara langt á eftir og ástæðan fyrir því, sko, að við erum alltaf að elta einhverja tískustrauma. Ég veit ekki hvort ég má orða þetta svona, það til dæmis bara þegar lögreglustjórar eða dómsmálaráðherrar ákveða að setja peninga í einhver átök, eitthvað átak gegn þessu og átak gegn þessum brotaflokki og þessum og setja fullt af peningi í þetta og svo koma bara dómþólarnir í fangelsin en þá gleymist alveg að það þarf að setja náttúrulega peningi í bakendan, skilur, og endurhæfa þetta fólk og svona til að ég meina við þurfum klárlega, ég meina að taka upp sér meðferðir eða sér svona úrræði fyrir eins og til þess bara ofbeldismenn. Það hefur ekki verið til hér og við erum núna reyndar afstaða í samvinnu við finnst svona systurfélög að vinna í að koma því á stað hér. Þannig að það svona, það margt hægt að gera og en aðalmálið að við eigum alltaf að hugsa þessi mál, hvað best fyrir samfélagið. Og mannúð, alltaf koma út frá mannúð. Algjörlega, af því að það, sem sagt, aðalatriðið náttúrulega að fækka brotarþolum. Ef annarhver einstaklingur að koma í annað sinn eða þriðja sinn, þá náttúrulega sjáum við þetta bara léleg verksmiðja. Það var 50% afföll, þannig að það engin betrun í þessu. Ekki nei. En við, það eru fullt af hlutur sem eru mikil áhyggjuefni núna, eins og þetta að þróast í fangelsunum, neyslan, þau efni sem eru í boði í dag, þetta alltaf að vera hættulegra og hættulegra. Jú. Og síðan alltaf þessar hnífstungur og þetta allt svona hluti sem verður að taka á, en mér finnst vera að gera það mjög hægt. Við erum pínlítið samfélag. Algjörlega. Pínlítið samfélag. Og mér finnst það sorglegt að sitja hérna á móti þér og hlusta á þetta að því
einhvers staðar í útópíunni hélt ég að við værum komin lengra en þetta síðan ég var að starfa í sem gera, en greinilega ekki. Nei, já, við Þannig að erum bara, vonbrigðin eru endalaus. þetta er endalaust, sko. Það er bara, En þessi nefnd, Já. hefur þú trú að þessi nefnd geri eitthvað í stóru myndinni? Sko, ég veit ekki, ég verð alltaf mjög bjartsýnn þegar ég er að tala við ráðuneyti eða ráðherra eða nefndir eða eitthvað svoleiðis og ég hef verið í nokkrum nefndum á vegum stjórnvalda, varðandi fangelsismál og skaðaminnkun og afglæpavæðingu og alls konar. Þær vinnur hafa ekki endað eins og ég hef viljað sjálfur og maður stundur svona að reyna að átta sig á hverju og við erum alltaf með ákveðna svona stofnanir sem að eru mjög íhaldsamar og vilja engu breyta, sko. Þannig að það verið erfitt, ég meina það hefur verið eins og bara lögreglan og ríkissaksóknari og fleira, en þeir vilja kannski breyta einhverju en svo finnst mér samt svona eins og að sé, sko, að stjórnendurnir vilja viðhalda bara þessu sömu reglum. Stjórnendur í fangelsum? Nei, hjá lögreglu eða jafnvel með þessi S.A.A. og fleirum, en svo er það fólki á gólfinu, lögreglumennir og fólki sem vinnur með þetta fólk dagstaglega, þau eru alltaf annarri skoðun. Ég sé það bara alveg í mínu starfi, sko. Að þau eru á annarri skoðun en stjórnendur, sko. Þannig að við hefum þurft að fá fólki á gólfinu með okkur í þessar nefndastörf. Fólki á gólfinu sé náttúrulega allan hryllingin sem á sér stað og það er aldrei hringt í löggunum nema að sé eitthvað búið að gerast eða í það veginn að gerast, þannig að þau sjá allt þetta ljótasta. En það er alveg rétt og við höfum stundum svona, það er alls konar svona, hvað að segja, eins og til dæmis bara með þegar að vera sjálfræðissvipta fólk og svona, að það er stundum verið að tala um að það eigi ekki að gera það, að það eigi að hætta því. En ég veit ekki hvaða fólk þau sjá í þessum aðstæðum, en fólki sem við sjáum, að sko það er sko á við hrikalega mikinn vímuefnavanda í æð, það liggur á gólfinu öskrandi og bara heimtar og vill, bara virkilega vill aðstoð. Mikill og sársauki. en getur það ekki, það bara getur það ekki og þegar maður sér svoleiðis þá getur maður ekki verið sammála því að það eigi ekki að gera það, sko. Ég meina Með þetta hlýtur að þurfa að metast hvert atvik fyrir sig. Við hljótum að hafa nógu mikið að fá fólki til að meta það, hvort það eigi að gera það ekki. Vandamálið er okkur vantar úrræðin. Okkur vantar úrræðin? Það er málið, þau eru ekki til. Heyrðu, Guðmundur Ingi, takk fyrir að sitja hérna með okkur í dag og segja okkur frá þessu. Ég er bara svolítið bömmur eftir að hlusta á því að hjarta mitt brennir svolítið fyrir þessum málaflokk líka. Og ég vona að dómsmálaráðherra horfa hana þátt. Ég veit að þetta er í höndum dómsmálaráðherra að mestu leyti. Páll Vinkil, allir að vilja gerður, en þetta er fjármagn og pólitík sem er að stoppa þetta. Algjörlega, sko, ég meina, við höfum verið ánægðir með dómsmálaráðherra sem er í dag og sem var á undan, en okkur finnst hlutinni samt ekki ganga nógu hratt. Það eru hlutir sem hægt er að breyta strax, án þess að það fari gegnum lagabreytingar svo sem. En sko, ég meina, við getum spjallað í mörgum þáttum þessi mál og tekið eitt atriði fyrir sig, það var ekkert mál, sko, því að það er svo margt sem þarf að breytast. En er þetta ekki bara eins og segir í sporunum, vilja er allt sem þarf? Er þetta ekki kannski bara skortur og vilja? Kannski kunnahópurinn er þannig að hann á ekkert gott skilið svona í þjóðarsálinni, þetta er bara glæpamenn og ótíndu líður og maður heyrir þessa möntru vísvegar samfélagið. Já, ég veit ekki, ég á örugglega ekki að segja þetta, sko, en málið er að við hugsum alltaf bara, og stjórnmálamenn hafa hugsað kjörtímabilið til enda, ekkert lengra en það. Og ekki að gera kannski eitthvað sem er að fara að hagnast næsta stjórnmálamanni eða ráðherra, en þetta er allt mjög flókið hér, en ég meina ef við tökum hinn Norðurlöndin þá eru þau að hugsa þessa málaflokka áratugi fram í tíma. Það hefur vantað og ég get alveg séð að það er eitthvað að byrja að vinna í slíku hér, síðan að gera
Eins og líka á brostir þegar þú sagðir þetta. Já, gera svona stefnur, áfengis- og vímuefna stefnu og eitthvað svona, skilur einhverja ár fram í tíman. Það er bara ekki nóg, sko. Við þurfum að gera hlutina áratugi fram í tíman. Nákvæmlega. Og við þurfum, og það þarf, sko, við þurfum að hafa fólk í þessu sem hefur þekkinguna og reynsluna. Við getum ekki haft bara fólk sem að, sem að þekkir ekki lífið, sem hefur ekki eins og sækja sko, yfirdrátt í banka, sko, skilur við, þurfum fólk með reynslu í þessi mál. Þarna erum við alveg hjartalega saman og ég var bara í útvarpsviðtali í morgun þar sem við varum að tala um þetta að akademíin og reynsluboltarnir þurfa að koma saman. Við verðum að vinna saman. Þegar ég var að vinna í þessu vildi enginn akademíkus koma nálægt mér, sko. En í dag er þetta breytt og við þurfum reynsluna, við þurfum akademíuna og við þurfum stjórnvöld til að kveikja á því hvað er raunverulega í gangi. Ég held sko að við erum með svo mörg félagasamtök og félög sem eru óbúslega góð hvert og sér. Þau eru hins vegar hafa ekki mikið verið að vinna saman og það er allir út í sínu horni og að því að þetta er alltaf baráttan pening og þau eru allir að reyna allir að hrættur ef ég fer að vinna með honum þá missi ég, skilurðu? Og þetta er allt svona, þannig að við þurfum, sko, ég get alveg sagt þér að ef að þriðji geirinn myndi loka bara á morgun, landinu yrði loka, það væri ekkert hægt að starfrækja Ísland ef að þriðji geirinn myndi bara loka, skilurðu? Þannig að það sem þarf að gera er að við þurfum að finna nýtt kerfi fyrir þessi félög og félagsamtök sem eru að vinna í sjálfboðinu eða bara vinna þetta góða starf sem hefur verið að gera og ég meina ríki græði bara á því. Við þurfum að finna nýja lausn. Að fá bara alla að borðinu og hugsa í lausnum. Algjörlega. Guðmundur Ingi Þóroddsson, þó ég sé hálfgerðum bömmur eftir að rætta, ég hélt þetta hefði breyst á svo langt sinni ég hætti í þessu, en það greinilega ekki. En bara lifi byltingin, takk fyrir þitt góða og eigingjarna starf og ég vona að þetta rökkva allt í gírinn. Já, ég ætla samt að segja að það hefur náttúrulega ýmislegt breyst. Jákvætt? Já, það eru alls konar jákvæð skref í afplánuninni sem hefur breyst, úrræði og vinna og fangaverk og allt þetta, það er allt mjög jákvætt. En stundum gleymir maður að segja frá þessu jákvæða af því að það er svo margt neikvætt. En það má alveg hrósa fyrir það sem hefur gerst. En við erum eiginlega saman á það að dómsmálaráðherrann er ekki að púlla þetta. Heyrðu, látið þetta vera að loka. Það er þín orð. Takk fyrir komuna, gott að sjá þig. Og þið sem eru að horfa eða hlusta á Spotify, ég vil benda ykkur að fara inn á týr.is og þar eru 40 eitthvað þættir. Remasteraðir, við vorum í smá vandræðum með hljóð hérna lengi framan af en okkar maður Sindri Mjölnir sem er hérna á tökkunum er búinn að laga þetta, stendur remastered, þannig að það er vel þess virði að tjekka á þessu. Takk fyrir að horfa eða takk fyrir að hlusta.